Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl. Kaflinn sem ég les núna heitir Raunveruleikinn í ljósi Nýja testamentisins. Með leiðsögn skuggamyndana í fórnarathöfnum gamla sáttmálans opinberast okkur raunveruleiki Nýja testamentisins. Svo eru hér nokkrar tilvitnanir í Nýja testamentið, en þegar fylling tímans kom sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli. Það er Galatabréfi 4:4. Því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa. Kólusbrefið 1:19. Því að í honum býr öll fylling Guðdómsins líkamlega. Kólusbrefið 2:9. Því það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Síðara Korinthubréf 5:19. Guð kom sjálfur til jarðarinnar í manninum Jesú Kristi til að greiða verðið fyrir syndir mannsins og skuldir. Hann kom til að leysa okkur með guðdómlegu blóði. Jesús Kristur er sá sem Adam og Eva heyrðu að ætti að koma. Hann er hinn viðurkennda fórn sem Abel skildi að varð að koma. Já, Jesús er raunveruleikinn að baki skuggamyndana sem fórnir Nóa, Abrahams og Móse vitna Hann er hið sanna páskalamb sem leysti börn Ísraels út úr Egyptalandi. Já, Jesús Kristur er fórnarlamb nýja sáttmálans sem ber synd heimsins. Jesús svarar til skuggamyndana í Gamla testamentinu í smáatriðum og ætti því að þekkjast. Guð vissi nákvæmlega hvað hann ætti að gera þegar hann endurleysti glötuð börnin sín. Þess vegna gat hann gefið svo nákvæmar leiðbeiningar það hvernig maðurinn ætti að koma fram fyrir hásæti náðurinnar gegnum fórnirnar. Hann ætlaði sjálfur að ganga þessa leið í Jesú Kristi. Í Gamla testamentin rekumstu við hvað eftir annað á nákvæmar lýsingar af frelsaranum sem hafði verið lofað. Þess vegna gat Jesús sagt að allt sem væri ritað í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmunum ætti við hann. Þetta eru Lúkas 24:44. Þess vegna útlagði hann ritningarnar á leiðinni til Emmaus og sýndi lærisveinunum það sem hann er skrifað. Við skulum nú stuttlega skoða hvernig fórnirnar sem við rannsökuðum hér á undan eða í síðasta lestri voru í raun skuggamyndir sem áttu að verða að raunveruleika í Jesú Kristi. Syndafórnin. Allir hafa syndgáð og skortir Guðs dýrð og laun syndarinnar er dauði. Og þannig vitnaði 3. og 7. kaflan í Rómverjabréfinu. Þess vegna þurfum við fullgilda fórn til að sættast við Guð. Jesús er þetta gallalausa fórnalamb. Hann var syndlaus, réttlátur, blóð hans var blóð hins lítalausa og óflekkaða lambs, eins og Pétur segir í 1. Pétursbréfi 1:19. Þegar syndafórnin var borin fram í musturinn og blóðinu var stökkt á horn altarisins, vísaði þetta til blóðsins sem átti að væta krossin á Golgata. Þegar blóði fórnalambsins var hellt niður við altarið á eftir, vísaði það til þess blóðs, Jesú, sem rann niður í jörðina við krossin. Það var tekið á móti syndafórn musterisins utan við hliðið og hún var brennd utan við búðirnar. Þess vegna leið og Jesús fyrir utan hliðið til þess að hann helgaði líðin með blóði sínu, Hebreabréfi 13:12. Til þessa fjalls, þar sem eingetinn sonur Guðs gaf líf sitt, færði Abraham Ísak son sinn til að fórna honum. Af hæðum sendi hann eld og lét hann falla niður í bein mín, stendur í Harmljóðunum 1:13. Jesús gaf sjálfan sig og tók syndir okkar og alla bölvun syndarinnar. Drottin lét misgjörð vor allra koma niður á honum, en vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvælar hann á sig lagði. Guð lagði skuldir okkar á hann með eigin hendi, saman eða hann þannig okkur. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna, segir í 2. Korinthubréfi 5:21. Eftir það gat Guð ekki hort á Jesú, hann sneri sér frá honum því að nú var hann íklæddur synd mannkynsins og bölvun. Augu Guðs eru of hrein til að líta hið illa, stendur í Habakúk 1:13.
Þess vegna var þetta svo hræðilega sásökafullt sem Jesús kvaldist yfir í Getsemani að þurfa að skilja við föður sinn sem hann hafði haft svo náið samfélag við. Guð minn, hví hefurðu yfirgefið mig? Mattheus 27:46. Hann varð það sem við erum. Vegna blóðsáttmálans varð hann að ganga inn í og standast það sem við gátum ekki gert sjálf. Þið munið að þegar blóðsáttmáli var gerður skiptust menn á kirtlum því kirtillinn táknaði þann sem gaf hann. Þegar Jesús Kristur var krossfestur tók hann í alvöru á sig kirtillinn sem rómversku hermennirnir höfðu í gamni, klætt hann í nokkrum klukkutímum áður. Hann samþykkti einnig kirtilheiðingjana og bað fyrir þeim. Syndin á ekki að ráða yfir ykkur. Þess vegna segir Biblían að við höfum verið krossfest með honum. Syndir vorar tilreiknast okkur ekki lengur, hann dó okkar vegna, síðara Korintharbréf 5:19. Í Guðs augum erum við ekki lengur syndarar. En hugsaðu þér andstæðuna, menn neita að gera Jesú að fulltrúa sínum og velja að taka afleiðingum af eigin syndum. Það fyrirfinnst ekkert hræðilegra. Hugsunin slíkt val fékk Jesú til að hrópa í sársauka sínum þegar naglarnir voru reknir í hendur hans og fætur, Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir veit ekki hvað þeir gjöra. En sá sem játar Jesú sem frelsara sinn og gefur honum allt það sem undir kirtlinum, það sem innst hjartað og fær í staðinn réttlæti Jesú Krists, klæðist kirtli réttlætisins og fær hlutdeild í eðli hans sem var fullkomlega hreint í augum Guðs. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný, hið gamla var að engu sjá nýtt orðið til, síðara Korintharbréf 5:17. Nú því engin fordæming fyrir þann sem tilheyrir Kristi Jesú, segir Páll í Rómverjabréfinu 8:1. Sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins, segir Jesús í Jóhannes 5:24. Það var þetta sem Jesaja sá fyrir þegar hann sagði: Ég gleðst yfir drottni, sál mín fagnar yfir Guði mínum, því að hann hefur klætt mig klæðum hjálpræðisins, hann hefur sveipað mig skikkju réttlætisins, Jesaja 61:10. Fórnir gamla sáttmálans gátu ekki komið slíku til leiðar. Þær gátu bara talað máli mannsins á táknrænan hátt og hulið syndina til bráðabirgða. En Jesús varð hinn sanni og raunverulegi fulltrú okkar og það hægt að lesa það í Hebreabréfinu 10:1-20. Þegar við nú höfum verið krossfest með Jesú Kristi, þurfum við ekki lengur að þjóna syndinni. Synd skal ekki drottna yfir yður, Rómverjabréf 6:14. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúna á Guðs son sem elskaði mig og laði sjálfans í sölurnar fyrir mig, Galatabréf 2:20. Við getum lesið Jesú sem syndafórn í Galatabréfinu 1:4, 1. Korintharbréf 15:3, síðara Korintharbréf 5:21, í Hebreabréfinu 9. og 10. kapla og 13:8-15 og í 1. Pétursbréfi 2:24 og svo að sjálfsögðu í Jesaja 53. Og þá höldum við áfram með þetta í næsta lestri. Guð bless ykkur. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn skrifuð af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.